Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, þá komið að reynsluboltunum hjá okkur. Þá leitum við til valikunnra Íslendinga sem og óþekktra og ræðum hér þjóðmálin og fréttir og tíðaranda með augum hins reynda Íslendings, svona flestir komnir af alléttasta skeiði, en ég held nú samt að yngsti reynsluboltinn hafi verið 38 ára gamall hérna einhvern tímann. Þannig að það er ekkert aldur skilyrði. En í dag eru gestir þáttarins góðir sem endra nær. Fyrstan ber að telja Boga Ágústsson, vertu velkomin Bogi. Takk. Maður þarf nú ekkert að kynna þig, þannig að það er bara nóg að segja Bogi mættur. Sigríður Ingadóttir, þú ert nú vel þekkt einnig hagfræðingur á BSRB, ekki satt? Jú. Já, velkomin. Takk. Og Björg Eva Erlendsdóttir hjá Landvernd, gaman að sjá ykkur öll. Finnst ykkur að dagurinn í dag hafi verið stór fréttadagur? Lung. Þá bendir Bogi bara á aðra fréttamaðurinn sjálfur. Ég þegar þú tala reynslubolt og tala einhvern gamalt fólk, í mínu tilfelli er alveg rétt, ég er komin á 8 ára aldur. Sigríður var svo þessi sem var 38 ára þá hún að byrja. Já, það er mér finnst hún gott nú, kannski ekki barn, þó hún hafi kona mín sem var kennari, hún kenndi henni á sínum tíma. Takk Bogi. Ég veist þetta bara, mér finnst stjórnandi hann farið út á spórinni hér í upphafi. Ég vil segja Þér finnst þetta ekki að fara vel að stað. Nei. En varðandi frétta morgunin þá ætla ég bara að játa það að ég fylgdist tiltölulega lítið með fréttum. Ég var mjög upptengin í verkefni og stundum er það þannig að þegar maður kemst á skrið þá vil maður ekki hætta. Þannig að ég játa að fréttir þessa dags eru mér ekki ofarlega í huga. Nei. Björg Eva, þú ert nú í fréttum dagsins. Ég hlustaði á þig. Já, þetta snýst af verulega litlu leyti mig, en það er að byrja loftslagsráðstefna í dag. Mjög umdeild. Og hún er mjög umdeild og hvort að það er frétt, það er nú ekki alltaf mjög mikið að frétta af þessum loftslagsráðstefnum. Nei. En þetta er allavega frétt hvernig þetta er allt saman samsett, en nú eru bara allir dagar svolítið miklir fréttadagar. Búnir að vera í frekar langan tíma. Og það er ekkert allt neitt sérstaklega góða fréttir, en það eru sumar mjög spennandi og það liggur eitthvað í loftinu. Já, ég er sammálaður. Það hefur ekki verið nein gúrka, ekki hér innanlands og nokkla stórtíðindi utan landsteinina líka, samanber kjör borgarstjónus í New York sem við kannski förum nú í á eftir, og Bogi, þú þarft nú eitthvað að fá að ranta erlendar fréttir ef ég þekki þér rétt. Já, svona það sem ég fylgist helst með, en að því að Björg Eva og þið eruð að tala loftslagsráðstefnuna sem er réttilega mjög umdeild, það er réttilega sagt. Þá var Evrópusambandið þegar þeir urðu sammála tillögur sem að sambandið ætti að verða sammála þetta er að fara fyrir Evrópuþingið og í gær. Það sem er slegið dálítið af þeim kröfum sem áður voru stefna Evrópusambandsins, og það er aðalega vegna þess að Pólverjar og einhverjar aðrar þjóðir vilja ekki ganga eins langt, og til dæmis Svíar og Ítalir eru líka lítt hrifnir af þessu. Og ég horfði á fréttir sænska ríkisútvarpsins í gær, eins og ég gerir nú mjög oft, og þar var verið að fjalla þetta og var verið að ræða meðal annars við menntaskólanema og aðra, bæði unga sem aldna þetta, og spyrja hvort þeir hefðu trúað á þessum markmiðum. Og þar var einn fullorðinn, kannski ekki alveg af gamall ég, sem að sagði að hann hefði ekki sérstaklega trúaði að þetta myndi ganga eftir, og að baráttan við gegn loftslagsbreytingum hún bara gengi ekki vel. Og hvað viltu gera þá, spyr fréttamaðurinn. Já, hver eru þín viðbrögð við því, spyr fréttamaðurinn. Já, ég bara þakka fyrir að vera honum gamall. Þetta er sem sagt Lúðvík 15. Syndaflóðið kemur eftir minn dag. Le Deluge après moi. Oui. En það er nú ekkert víst og það verða breytingar í þessu eins og öðru, og ekki spái ég neinum heimsendi þótt þetta gangi svona núna, vegna þess að það er svo margt sem kemur inn á loftslagsmálin annað heldur en
nákvæmlega hvað sleppt út mörgu og hvers vegna og það svona oft verið að horfa á allar þessar tæknilausnir í kringum þetta þegar það verið að tala þennan vanda og það einhvern veginn gerir þeim sem að vilja ekki trúa á vísindin og vilja ekki trúa á tæknilausnirnar af því þetta svo óþólandi flókið að þá verður svo einfalt að segja, sjáu þið bara, allar þessar tæknilausnir, þetta bara bull, við skulum bara hætta þessu öllu. En svo það náttúrulega þannig að það eru bara mjög margar aðgerðir sem að væru kannski ekki endilega loftslagsaðgerðir í sjálfu sér sem myndi bara koma á meiri jöfnuði og myndi breyta þessu, hvernig þetta í dag. Já. Og við vitum voða mikið hvað við eigum að gera. Það þarf að breyta viðhorfum, það þarf að auka jöfnuð mikið og þetta nú að því við ætluðum nú aðeins að tala Ísafía, að það eru við hæfi á loftslagsdegi að tala það. Við vitum til dæmis öll að við viljum hafa góðar almenningssamgöngur út á Keflavíkurvöll. Þetta bara náttúruvernd, þetta loftslagsmál og þetta virðist ekki vera hægt. Það alveg óskiljanlegt og svo kemur bara einhver Sveinbjörn og segir að það sé ekki hlutverk Ísafía að huga að einhverju almannaþjónustu. Hann bauð Strætó að taka þátt í útboði. Sko, Ísafía fyrir mér hefur orðið að einhvers konar ríki í ríkinu sem að virðist algjörlega stjórnlaust eða það stjórnast einungis af því að græða sem mest, afla sem mestra tekna og þetta fyrirtæki í eigu almennings en það að það sé eins og við hjá Ríkisútvarpinu höfum nú lengst af reynt að hafa okkur að vera í almannaþjónustu, það virðist ekki vera mjög ofarlega á blaði hjá Ísafía. Og mér finnst sko bara frómt svo sagt flugstöðin, hún með allra leiðilegustu stöðum sem ég kem á og eru þó flugstöðvar almennt og flugvellir almennt ekki mjög skemmtilegi staðir að dvelja á. En þessi hér á Íslandi, hún er ekki sérmennandi, hún er alveg ofboðslega dýr, það alltaf alveg ofsalega dýrt þar og mér virðist ég hafa tekið eftir því að það færri sem að versla í fríhöfninni þegar fólk að koma og ég skil það ósköp vel, ég löngu hættu því vegna þess að það allt miklu dýrara, ef þú ætlar að kaupa sælgæti, þá það ódýrara í bónus heldur en fríhöfninni. Já, mér finnst sko svolítið hrókafullu viðbröðin þegar kemur einhver gagnrýni fram, þá því svolítið svara með hróka og ég held að þetta sé ekki eina ríkið í ríkinu. Ég held að við séum svolítið að upplifa það núna á fleiri en einni vígstöð að séu svona aðeins og mörg ríki í ríkinu. Það kann vel að vera. Já, ég held að sko ég hef ekki einhvern veginn rosalega mótaða skoðun á þessu en ég algjörlega sammála því að það mjög fátt sem aðlaðandi þennan flugvöll og svo það þannig eins og talandi þessa samgöngu til og frá vellinum að þegar maður að koma til landsins þá þarf maður að fara einhverja ránkalla, það ekki einu sinni þeir eru framkvæmdur og það ekki einu sinni almennilega merkt hvert þú átt að fara og finnur einhverja rútu og svo býður bara þangað til að búið að fylla nógu marga til þess að hægt sig að keyra í bæinn. Svo hefur maður verið fyrir fólki sitt kannski að sækja það til þess að losa það undan þessu en það líka orðið meiri háttar útsjóna sem að átta sig á hvar maður má leggja, hvernig maður á að borga fyrir bílastæði en ég hef bara þessa persónlegu reynslu og mér finnst þetta ömurlegt og einhvern veginn svona sýna hvað við berum litla virðingu fyrir sjálfum okkur að við getum ekki haft þessa hluti í lagi og eins og þetta sannarlega fyrirtæki almannaþjónustu, þetta OHF fyrirtæki og maður hugsa að þar til bær stjórnvöld ættu nú líka kannski eitthvað að blanda sér í það að tryggja að það sé hægt að komast að þessum alþjóða flugvelli. Já, Þóroddur Bjarnason, félagsfræðiprófessor, segir að helsti flöskuhálsinn þegar við ákveðum ferð til útlanda, hún sé Keflavíkurflugvöllur, hún sé þessi leggur. Já, því maður alveg vanur því erlendis að þurfa að borga fyrir einhverja lestar eða öfluga samgöngu frá flugvöllum en ég meina hér þetta mjög hátt verð og mjög léleg þjónusta og þú endar einhver staðar þarna á BSI og það ekki svona, það eru margir svona óþægilegir þættir í þessu. Þessum eru miklu fleiri bílar líka á göttunum út af því að ferðamenninni þeir taka bara bíl út á velli strax sem þeir myndi ekki þurfa að gera ef það væri almennilega samgöngu. Þetta hreint umhverfismál. Þetta umhverfismál. Þeir flugvellir sem að ég fer mest ellendis, þar eru mjög góðar almenningssamgöngur til og frá völlunum.
bæði í Kaupmannahöfn og í Stokkólmi og á viðráðanlegu verði en því ekki að heilsa hér á Íslandi. Er það ákveðið hugleysi og skortur á framtíðarsýn að við bara saminumst ekki hraðlest á milli Keflavíkurflugvallar og Reykjavíkur og hérna sem yrði knúinn með vistvænum hætti? Ég hef nú séð útreikning á því að ég bæði með og á móti. Ég held að þetta... Ég mætti alveg byrja á venjulegum strætó. Já, ég held að það væri einfaldara að fyrsta skrifið væri að færa strætóstoppustöðuna sem eru Keflavíkurflugvelli aðeins nær og gera hana sýnilega. Ísafía segir að það séu merkingar en ég var einmitt núna, bara fyrir nokkrum dögum, að akkurat eins og Sigríður Ingibjörg var að segja, að sækja og keyra og ég var svona að skíma eftir þessari strætóstoppust, ég gat hvergi síðan. Nei, þetta er hvað hún er. Þeir eru með algjör Nei, og þekki engan sem hefur tekið strætó. Nei, einmitt. En böndin berast að fleiri stofnunum en Ísafía og til dæmis Mogginn er með í dag saksóknari sætti kærum og eftir því sem upplýsingum hefur undið fram í dag þá það er nú svolítið mismunandi hvað hefur komið fram þetta en það er mikill vandi í öllu falli hjá ríkissaksóknara. Þar hefur verið slæmt ástand undanfarið, þar eru ásakanir alls konar áreiti og mjög vond samskipti og menn fara í frí og skrifa samt harðar greinar Var það ekki ríkisendurskoðun? Jú, já, ég að blanda saman embættum. En í þessari kæru hér, í þessari frétt hér og þeirri frétt sem hefur verið sett fram í dag, þá sem sagt, má alveg stilla upp spurningamerkjum við það að fólk þarna sé í ástandi til þess að vinna vinnuna sína hjá saksóknara. Ég held að þú ættir að byggja kannski umræðu á þetta á öðru heldur en frétt Moggans. Já, því er sammála. Ég held að þú til dæmis ættir að hlusta á hádegisfréttirnar í útvarpinu eða skoða hvað hefur verið skrifað á netinu þetta. Mér skilst að þetta sé mál einstakling sem að ég bara ætla ekki að vera að ræða hér á opinberum vettvangi. Þetta er viðkvæm einkamál sem að ég held að það má kannski ræða mál ríkissaksóknara og önnur vandamál sem hafa verið þar en þarna held ég að sé ekki eitthvað sem er kerfislegt. Ég segi það líka og þegar ég las þessa frétt í morgun en ég heyrði ekki fréttir RÚV í hádeginu en þegar ég las þessa frétt þá hugsaði ég mikið þetta skrítin frétt. Já. Það var allavega mín viðbrögð en ekki mikið nú allt agalegt þarna hjá ríkissaksóknara, ég hugsaði það ekki heldur ég hugsaði hvað eru þeir að hugsa þarna upp á Morgunblaðinu núna eru þeir í einhverjum sérstakum leiðangri fyrir Helga Magnús sem nú er orðaður við miðflokkinn í borginni. Já. En við erum eiga síður með þessar væringar þarna og hvað sem er satt og logið. Við erum með ríkisendurskoðanda og við erum með ríkislögreglustjóra sem hefur svona tekið mest plássið undanfarið og í morgun á Alþingi þá var dómsmálaráðherra að svara fyrir hvar það mál stæði og það verður nú ekki annað séð af hennar viðbröðum en að hún ætli bara að taka stórt skref þótt hún sé ekki ennþá búin að segja hvaða skref hún tekur. Finnst ykkur blasa við að Sigríður Björk hætti störfum að minnsta kosti tímabundið á meðan kannski eins og Gísli Tryggvason lögmaður sagði hér við Rauðaborðið í gær á meðan framfari rannsókn á fjármála óreiðu innan embættisins. Það eru til lög það að það er hægt að víkja höfuði stofnunar tímabundi frá og rannsaka málin. Hver er svona tilfinning ykkar gagnvart framhaldið þessa máls núna? Gamlir fréttahaukar 2 og 1 þingmaður fyrirverandi.
Sko ég ætla að byrja á því að segja að sonur minn aðstofamaður dómsmálaráðherra. Ég hef enga innsýn í gegnum hann í þetta mál en mér finnst erfitt að tjá mig um það. Af því að margir gætu haldið að ég hefði það og ég ætla ekki að gera þeim það. Nei, bara það er mjög eðlilegt og góð afstaða fyrir gefa. Mér finnst tímabundið, ég held að bara annarkvort þá hættir hún eða þá hún hættir ekki og ef hún hættir ekki þá þarf dómsmálaráðherra að taka einhverja ákvörðun hugsanlega fyrir hana og það væri þá þriðji svona embættismaðurinn sem að hætti snögglega á hennar vakt. Þannig að það er líka alveg sérstætt sko. Það víst til starfsloka sem hafa verið gerð við annars vegar sýslumannin á Suðurnesjum. Já, og svo Helgi Magnús. Lögreglustjórann fyrirgefðu á Suðurnesjum. Já, og þessir tveir eru núna báðir orðaðir við framboð í Reykjavík í einhverjum slúðurfréttum sem er bara pínlítið fyndið. Já, ég sá það saman á mynd. Ég veit ekki hvort að lögreglustjóri bætist í þann hóp en ég myndi ekki halda að það væri eitthvað svona tímabundi, ég myndi halda að það væri bara annarkvort eða í þessu máli. En sko, ríkislögreglustjóri, það bara svar í gærkvöld og það eru fréttir um það í dag að það sem að ríkislögreglustjóri sko viðurkennir að viðskipti embættisins við þetta fyrirtæki Intro-ráðgjöf hafi rýrt traust til embættisins og hún harmar þau mistök sem hafi verið gerð í tengslu við það og svo segir hún sko sem eðlilegt að það sé unnið að því að bæta verklagið og gerð samninga en þetta svar ríkislögreglustjóra við upplýsingabeiðni í dómsmálaráðherra og það barst í gærkvöld og var svo birt í morgun. Þannig að þetta mál maður veit ekkert hvernig það endar. En sko ég vil taka það fram að það er mjög margt í embættisfærslu Sigríðar Bjarkar sem ég var mjög hrifinn af. Þegar ég heyrði fyrst af henni sko, sem lögreglustjóra á Suðurnesjum þegar hún var að breyta áherslum embættisins, taka alvarlegar hluti eins og heimilisofbeldi og annað slíkt. Þetta fannst mér vera mjög til fyrirmyndar. Ég þekki bara síðan ekki til, sko, ég meina það er náttúrulega, hins vegar finnst mér fáránlegt, svo ég segi bara eins og það er fáránlegt að eiga viðskipti af þessari stærðargráðu við einn aðila, einsmanns fyrirtæki án útboðs og alls enda hefur ríkislögreglustjóri viðurkennt að það hefur verið mistök. Já, þetta er eiginlega meira mistök, þetta virðast vera brot á reglum. Það hef ég ekki hugmyndum. Já, það segir stjórnsýslusérfræðingar hafa haldið því fram. Já, það getur vel verið að þeir haldið því fram. Ég er ekki stjórnsýslusérfræðingur, ég er ekki lögfræðingur, þannig ég get ekki metið það þannig. Mér finnst þetta hins vegar verulegt dómgreindarleysi. En eins og kemur fram í þessari yfirlýsingu þá hefur hún viðurkennt að þessi viðskipti það hafi verið mistök í tengslum við þau og hún harmi það að þau hafi rýrt traust til embættisins sem þau hafa alveg án efa gert. Já, það sem alltaf annað tónn en til dæmis þegar Jóhanna Vigdís ræddi við hana í beinni útsendingu rétt eftir að Helgi Seljan og Freyr Gígja skúpuðu þessu máli þá var bara ekkert að. Og hún sá ekkert aðtöðavert við þetta. Þetta er svona sársaukafullt ferli, maður hefur séð svona áður. Já, en mér langar að segja eitt í sambandi við þetta, óháð þessu máli, að sko að því ég starfa fyrir BSRB og þar innan vébanda okkar eru stéttarfélög, 19 stéttarfélög opinberra starfsmanna. Já. Og það er mikil umræða sem hefur verið sérstaklega hálfu viðskiptaráðs og samtaka atvinnulífsins sko opinbera starfsmenn, hvað þetta sé dýrt og hvað séu margir og hvað veit ég. Svo gleymist mjög mikið í umræðinni að nú er ég að fara með tölur sko það, ef þú tekur ef við segjum að laun ríkisstarfsmanna séu 350 milljarðar á ári alls, þá eru opinber innkaup á vörum og þjónustu og inn í því þjónusta sem þú hefur útvistað, hvort sem að, það sem að fólk er að starfa utan vébanda ríkisins en fyrir ríkið og það er 2/3 hlutar af, þú veist, ef þú tekur launakostnaðin þá er kostnaðurinn við þessi kaup og vöru og þjónustu, hann er ekki jafn mikill en hann er 2/3 hlutarnir af launakostnaðinum
og það til dæmis útvistun á ræstingum eða útvistun á þjónustu til fyrirtæki eins og hjá ríkislögreglustjóra og bara út allan bæ, verið að kaupa ráðgjafa þjónustu og svo þetta líka verið að kaupa vörur. Þarna augljóslega, við erum að fá endurtekið upplýsingar hversu lítið eftirlit með þessum gríðarlega stóra þætti. Það verið að hafa áhyggjur af því að það sé ekki hægt að reka ríkisstarfsmenn. Ríkisstarfsmenn eru bara víst reknir og það sýnt fram á að það áminningar eru nýttar af þeim stjórnendum sem eru bærir að sinna stjórnunar hlutverki sínu. Þar ertu, þú veist hvað fólk að vinna í vinnunni en við erum ekki, af því við erum og nú ætla ég ekki að segja, við erum bara lítil land og lítil stjórnsýsla og eftirlit flókið. Ef þú ætlar að útvista þjónustu, hvort sem að það læknisþjónusta, ræstingaþjónusta eða ráðgjafa þjónusta verkferla eða snjómokstur, þá... Við skulum ekki tala snjómokstur. Nei, við skulum ekki fara þangað. Nei, og mér finnst sem útvörður opinbera starfsmanna, þá held ég að við ættum kannski í ríkara mæli einmitt að beina sjónum okkur að því. Hvað erum við að fá fyrir peningarna sem að við erum að kaupa þjónustu fyrir? Og þannig að það bara ágætt tækifæri að minna það. Og það var kannski einmitt líka sorglegt í þessu máli að fólk fór að hugsa bara það sem þetta einsmanns fyrirtæki var að gera. Var það eitthvað svo mikilvægt í störfum lögreglunar? Nei, þetta er besta falli farsi, bara svo maður segi þá mannamáli. Besta falli farsi, þessi innkaupasaga og þessi starfsaga. En ég ætla þá að víkja umræða aðeins að, já, viltu segja eitthvað? Ekki þetta. Því að, ég er búin að vera fréttamaður í næstum hálfa öld. Björg var nú mjög lengi í þessu business líka. Og við vitum það að fréttir eru það þegar að hlutinir gangi ekki sín vanagang. Eitthvað ekki eins og það var og breytist og annað slíkt. Og auðvitað í eðli málsins samkvæmt verður það oft neikvætt. Þannig ég ætla bara aðeins að skjóta inn að það eru líka jákvæðar fréttir og það meiri sér óvinni mikið af jákvæðum fréttum sem eru á Íslandi. Ég ætla bara að minna á það til dæmis að í gær þá var verið að afhenda íslensku menntaverðlaun sem þú veist, af því jákvæða sem að gerast í íslensku skólastarfi. Ég náttúrulega sérstaklega máttinn á því að skólahljómsveit Vesturbæjar og Miðbæjar fekk verðlaun fyrir framúrskarandi skóla eða mennta umbótastarf. Já, mjög skemmtileg menningarfrétt. Já, það bara og alla þessar fréttir. Ég hugsa sérstaklega það vegna þess að 12 ára dóttursonur eru að bærja trommur í hljómsveitinni. Já, skemmtileg. Einn af mörgum, þetta er mjög stór hljómsveit og mjög gott starf. Já. Og svo það stóru jákvæðu fréttirnar, það ekki? Ætlaðu ekki að tala bandarísk stjórnmál? Jó, við getum það kannski seinna, En aðrar jákvæðu... Ég fara þangað bara núna. Við getum líka nefnt að ég sýti nú með iPad-ið minni, ég að sjá að það er að koma fréttir það, bæði frá sænska og norska ríkisútvarpinu að RSF-samtökin í Sómalíu sem hafa staðið í uppreisn og borgarastyrjöld og skelfilegum atburðum og hryðjuverkum, morðum núna undanförnu og raunir undanfarin ár þar sem ástandið í Sómalíu er hreint skelfilegt að þau hafa samkvæmt þessum fréttum fallist á vopnahlé og það út af þessi eru mjög góða fréttir ef af verður en við vitum með vopnahlé í svona átökum að þau eru mjög brothætt eins og á Gaza til dæmis. Já, heldur vonandi betur en á Gaza. Viltu tala Ameríku? Já, ég ætla að fara í kjör þessa merkilega manns sem nú er borgarstjóri, ungur, róttækur, vinstrisinnaður maður. Er þetta beinlinis bara svona ansvar við Trump eða hvernig lesið þið í þetta? Bæði og þannig kannski kjör hans er dálítið sérstakt hann svona það má ekki gleyma því að maðurinn sem aðal keppinautur hans að því að í New York, fólk í New York er svona frekar til vinstri og það hefur verið alveg stórkostleg tíðindi og þeir hefur tekið upp á því núna að fara að kjósa republikana en þetta var eiginlega keppnin innan demokrataflokksins og þar
sko Andrew Cuomo sem fyrrverandi ríkisstjóri, hann hrökklaðist úr því starfi vegna hneykslismála og brotaði starfi. Það eru á honum 17 ákærur kynferðisbrot, en hann nú kannski ekki það stærsta, þannig að hann á kannski engan stóran séns gegn sko því sem eiginlega hvernig sem var. Og svo hjálpa til frekar. Já, akkurat sko, en sko það verður náttúrulega bara að segjast eins og að þessi ungi drengur, 34 ára gamall eitthvað svoleiðis, Zoran Mamdani, hann nú margir sem hafa borið nafn hans vitlaust fram í Bandaríkjunum sérstaklega, pólitískir andstæðingar, að hann mjög svona sjarmerandi, hann mjög mælskur og hann á auðvelt greinlega með að svona fylgja fólki sig og á bandaríska mælikvarða hann náttúrulega gólandi róttæklingur, kommunisti segir forsetinn, en bandaríkjamenn hafa náttúrulega alltaf önnur viðhorf til svona hluta heldur en við. Heilbrigðiskerfið af kona sem ég hitti í Boston fyrir fjöldamörgum árum sem sagði eftir að ég hefði sagt aðeins af hvernig heilbrigðiskerfið á Íslandi væri, þá sagði hann bara but that's socialism. Já, og hlýsti sér fína velferðarkerfinu sem þú ætlar að segja frá. Já, en sko það sem að mér finnst kannski eiginlega meiri tíðindi heldur en að demókratar hafa unnið í New York eru konurnar sem að unnu ríkisstjórnarkosningarnar í Virginíu og New Jersey. Þær eru báðar á miðju demókrataflokksins og þær eru svona alveg típiskar konur sem að geta höfðað til republikana því að önnur þeirra fyrirhundi sjóliðsfóningi, hún var þyrluflugmaður í flotanum og hinn var í löggunni og svo CIA-agent. Þannig að sko ég held í raunverulega að framtíð demókrataflokksins þó að margir vilji og mörgum finnst ógulega gott og sniðugt að einhver svona róttækur vinstrimaður hafi náðu kjör í New York, þá held ég að það væri miklu sniðura fyrir demókrata að halda sér nær miðjunni vegna þess að Mamdani, hann gæti sko fælt fólk frá ef að það væri einhver sem væri honum líkur í forsetaframboði þegar það kemur á næst. Ég held að það væri miklu sko því New York ekki Bandaríkin. New York borg það ekki sko, og afstæðan sko þú ert komin inn í Nebraska eða eitthvað svoleiðis, það bara svoleiðis gjörsamlega allt öðruvísi og jafnvel í New Jersey og Virginíu. Það sem að demókratar unnu mjög góðan síðu núna. Það sem mjög athyglisvert líka það að þeir sem hafa sem eru skráðir repúblikanar, kjörsóknar þeirra lítil. Og það segir dálitla sögu, segja fréttaskýrendur sem ég að vitna í, það að ýmsum þykir nóg komið af þeirri stjórn sem að fer með völdi í Washington núna. Já. Sigríður Inga, við sem höfum fylgst með bara ég ætla að tala mannamál þess að ég vanur að gera bara skelfilegum uppgangi virkja Trump og árásum hans á lýðréttindi og mannréttindi og bara lýðræði og endalausum duttlunga háttum hvað varðar utanríkismál og fleira. Það svona maður finnur, bara svo ég tala fyrir sjálfa mig, mér finnst ég valdeflast pínlítið bara við þetta kjör og kemur svona einhver góð tilfinning. Já, sko ég alveg sammála því í gærmorgun þegar ég var að lesa fréttirnar að hann hefði sigrað sem að þetta stemdi allt í, þá fann ég fyrir bæði svona blöndu af sko létti og gleði. Þú veist, það var eitthvað svo, hvað var gaman að fá góðar fréttir frá Bandaríkjunum. Og spárnar skildu rætast, maður var aldrei alveg viss. Já, og maður hugsa sko, ég var búin aðeins að vera að fylgjast með honum og var að skoða í gær svona hans viðbrögð og menna hann augljóslega einstaklega hæfileikaríkur maður og maður vonar að ganga, ég menna þetta ekki verkefni sem að ég myndi vilja taka að mér, þetta verður rosalegt held ég, en ég alveg sammála boga það að sko mér finnst AOC frábær, ég veit að hún sko, ég held, sko það vandinn með Bandaríkjamenn ef það á að vera demokrati þá þarf það helst að vera Biden, auðvitað var Obama þarna á sínum tíma, sú típan eins og Biden, en hins vegar vitum við eins og AOC, ég bjó út í Bandaríkjunum þegar hún kjörin inn í fulltrúadeildina 2018
og hún á nokkrum mánuðum þá var hún heimsþekkt af því hún var bara svo heillandi, hún var svo vel að sér, hún talaði svo skýru máli fyrir bara mannréttindum og sko mannréttindum í því í merkingunni að allir hefðu til hnífs og skeiðar og byggju við einhvers konar reisn og sko, þannig að þó að ég sé sammála bóða þá velti ég líka fyrir mig sko, ég meina það eru mjög Bernie Sanders, Elizabeth Warren, AOC, ég meina þetta eru mjög sterkir stjórnmálamenn og demokratar hafa aldrei í sko eins og forsetakosningum gefið kjósendum sínum valkost þessa tegund frambjóðanda. Þannig að ég sko það er svo, ég sammála en ég útiloka ekki samt, þú veist, af því að ég held eins og Kamala Harris, ég meina þetta gekk ágætlega hjá henni, en ég meina hún er ekki henni gekk ekki, hún fór þarna í primaries 2000 fyrir kosningarnar 2020 og hún er þarna að bjóða sig fram, þau eru þarna í 2019, það gekk hvorkin í rak hjá henni, hún var ekki vinsæl í Kaliforníu, þú veist, þannig að hún var ekkert sérstaklega góður kandidat, en auðvitað bara út af því að Biden neitaði að horfast í augu við hið augljósa, þá sett hann flokkin sinn í þessa hræðilegu stöðu og landið sitt, en ég allavega á þessum tímapunkti ætla ég bara, mér finnst þetta svo innilega gleðilegt og ég held, og það er kannski líka það sem maður hefur áhyggjur af og það sem maður greinir meira og meira, þetta er náttúrulega langt gengið í þessum Evrópuríkjum, við finnum þetta hérna, það er þessi skautun og þetta er svo vont ástand að búa við að við förum að skipta okkur upp í fylkingar og það er einhvern veginn, það fylgir því ekkert sko engin von. Það er svo eiginlega svolítið tekin von af fólki, hvoru megin hryggjar sem þú stendur í þeirri skautun og þetta fer að verða svona einhvers konar hérna andlegt stríð og auðvitað pólitískt stríð með öllu því sem því tilheyrir. Þannig að ég var ótrúlega þakklátt. Varðandi þessa skautun sko, þá viljum nú, sem er rétt, sko, maður hefur heyrt sögur af því í Bandaríkjunum að þar sko umgengst fólk ekki út af pólitískum skoðunum. Sko að hérna Þórdís Kolbrún, hún var að nefna það daginn þegar hún var í viðtali í hérna á morgunvaktinni að sko þingmenn á Íslandi, þeir rifust í hérna þingsal og í nefndastörfum en þeir gæti alveg setið hérna saman til borðs í matsal þingsins og þannig að sko þessi persónlegu samskipti eru ekki komin á þennan stað á Íslandi og það er náttúrulega mikið fagnaðarefni. Já. En þetta borgarstjórakjör er ólega spennandi og það er ekkert alveg eitt og sér, það er ýmislegt að breytast víðar. Þannig að pólitíkin er að breytast að hluta til er að koma meiri skautun og róttækir flokkar á báða enda eru að sækja sér veðrið en það er líka bara út af því að ekki þó hér innanlands, hér er vinstrið bara einhvern veginn farið, horfið. Já, það er ekki mikið að frétta því í bili hérna, hvað sem síðar verður, en hins vegar er svona, það eru breytingar enga síður hérna og maður veit ekki alveg hvert að leiða. Svo horfir maður bara á eins og til Norðurlanda þar sem að flokkurinn allra lengst til vinstri enhetslistan er líktur út fyrir að verða stærstur í borgarstjórnarkosningunum þar, það eru frekar mikla fréttir og svo sá maður nú að hann þannig Gert Wilders er aðeins tekinn úr sambandi og þótti nú flestum gott en hann er ennþá mjög stór. Og það má, sko, það er svona tilflutningur á fylgi til annars. Það er kannski ekkit allt sko stóra fréttir en það eru breytingar. Já, en það er sko, í Hollandi var þetta tilflutningur á fylgi til annars flokk sem er ekkert algjörlega óskildur hérna flokki Wilders. Kannski ekki alveg eins agalegur. Nei, kannski ekki, sko, ég þekki ekki hollensk stjórnmál þannig að ég vilji fara að tala það. Ég læt hérna byrni það eftir í Brussel Malquist. En kannski er sko lærdómurinn sá að þegar kreppir að og þegar svona afkomu möguleikar okkar skerðast með einhverjum hætti, það er stríð í staðan fyrir friður handa við hornið að þá svona stökkum við á aðeins róttækari lausnir við svona
Þeir pólitíkusar sem að virðast vera að hasla sér völl núna, það eru svona menn með svolítið ákveðna rödd og kannski kjör nýja borgarstjórans í New York eitt staki því mengi. Þá ætla ég að fara hingað heim í hagfræðimálin og efnahagsmálin. Hún sérstaklega umræði í morgun á Alþingi, hún var svona klassísk hvað það varðaði að stjórnarandstaðan segir ríkisstjórnin ekki að gera neitt og ríkisstjórnin segir jú, við erum vist að gera eitthvað en þið skiluðu svo vondu búi að þess vegna gengur þetta ekki hraðar en það gerir. Ég ætla að vitna í Þorstein Pálsson sem að fyrrum formann Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra sem að enn held ég titlar sig sem blaðamann í símaskráni sem okkur Boga finnst fallegt og þér líka, Björg Eva. Og hann sko náttúrulega ESB sinni og tengdur Viðreisn en ég hjó eftir í grein dagsins hjá honum á Eyjunni þar sem hann að fara yfir sviðið að hann segir krónuna að hún sé bara þannig að hún muni kalla á þrefaldar raunvexti umfram það sem að við getum borið okkur saman við í nágrannalöndunum og þrefaldir raunvextir á við það sem að samanburðarþjóðir okkar hér njóta hreinlega ofslígandi fyrir marga foreldra sem að eiga bara börn sem nálgast tvítugt að ég held að sé raunveruleg samkeppni íslenskt ungt gott fólk bara að flýja land út af þessum húsnæðismálum, út af þessum hávöxtum og öllu því við hinn sem að höfum kannski vanist í að borga húseignin okkar 3-4 sinnum og höfum notið húsnæðisöryggis við svona einhvern veginn komist í gegnum þetta en þetta tengist náttúrulega líka að einhverju leyti sko útspili bankana í kjölfar Hæstaréttardómsins í vaxtamálinu og svona en Sigríður Inga ertu sammála Þorsteini Pálssyni á meðan við verðum með hann gjaldmiðil sem að hann segir bara hann ekki burðugur hann stenst ekki kröfur að þá sitjum við uppi með þessa hryllingsvexti Sko, nú bara ætla ég að taka það fram að ég rosalegur Evrópusambandssinni. Ég það ekkert sérstaklega út af evrunni. Ég það bara svona hugmyndafræðilega. Ég tel að við eigum að vera hluti af samfélagi Evrópu þar sem við ráðum okkar og höfum áhrif á þau mál sem við erum að innleiða hér. Þannig að svo það sé sagt. Já. Varðandi evruna, sko, ég held að við erum lítið opið hagkerfi, mjög háð útflutningi. Við erum með svona auðlindadrefin hagkerfi sem kannski svolítið ólíkt þessum iðnaðar hagkerfum Evrópu. Sko, það mun þetta hafa áhrif hér á vaxtastigi ef við innleiðum evruna, en það mun líka hafa áhrif á getu okkar til hagstjórnar. Og ég ætla ekkert, sko ég man þegar ég bjó í Svíþjóð hér aldamótin, eða eitthvað tímann upp úr aldamótum, þá var umræða það hvort að Svíar ætti að fara inn í evruna, þeir hefðu ákveðið að gera það ekki og það voru nú, ég man ekki hvenær síðasta atkvæðagreiðsla var en það féll að Svíar ákveða að fara ekki inn í evruna. Þá var nú hagfræðingur sem ég var mjög hrifin af, hann var endar hægri sinnaður og ekki, við vorum ekki, en hann var mjög skýr og hann hafði unnið mikið fyrir stjórnvöld og það var alltaf gagn að því sem maður fekk í hendurna sem hann hafði komið nálægt og hann var með svona umræða, hann var mikill Evrópusinni. Og hann fór yfir rök með og á móti fyrir Svía sem allt annars konar hagfræði og allt annars konar hagkerfi en samt mjög útflutningsdrifið og hans niðurstaða var svo að það væri margt sem væri jákvætt, það væru aðri þættir sem væru neikvæðir og í raun og veru væri þetta bara tilfinningaspurning. Nú veit ég að margir eru örugglega ósammála mér það, ég held að það að skipta gjaldmiðil sko það sem myndi held ég hafa mest áhrif á okkur allavega sko við erum með náttúrulega svo mikið fákeppni samfélag. Já. Og það held ég að myndi skiptast breytast verulega sérstaklega líka bara því að Íslands króna svo óþægilegu gjaldmiðl því það þekkir hann enginn, hún óstöðugur gjaldmiðl, þú nennir ekki eiga viðskipti í gjaldmiðlum sem að þetta pínulítil markaður sem skiptir engu máli og með eitthvað gjaldmiðl sem þú skilur ekki. En hún ekki ónýtt að þínum mati?
Nei, ég myndi ekki segja að krónan væri ónýtt. Hún ekki stjórntæki og svo það spurning hvort að þeir sem að nýta hana sem þannig stjórntæki eru ónýtir eða ekki? Já. En þú sammála eða ósammála staðhæfinguna og meðan við erum með krónuna þá erum við með þrefalt hærri raunvexti heldur en nágrannalöndin sem að nánast gerir bara hér óbyggilegt fyrir skuldugt fólk að vera? Ég hvorki sammála mjög ósammála, skilur. Ég finnst, sko, það mjög, það alltaf aðstæður í hagkerfum, hver okkar viðskiptaríki, hvað þú veist, við höfum ekki verið að ræða, ég meina þegar að við vorum að reyna sækjum aðild, eða þegar við sóttum aðild að Evrópusambandinu og vorum í viðræðum, þá var náttúrulega mjög mikið gjaldmiðla umræða hér, en við erum nýbúin að fara í gegnum gríðarlegt efnahagshrun og heldur betur að taka skellinn, en sko, ég myndi bara vilja sjá einhverja svona góða greining á því. Ég hef ekki svona í hryglingunni alveg tilfinningu fyrir, þú veist, það svo, ég held að það ýmislegt, við erum til dæmis líka með rosalega verðtryggt kerfi og þetta tengist lífeyriskerfin okkar, þú veist, það eru mjög margir angar á þessu. En þessir háu vextir núna á sama tíma og hagkerfið að kólna, við erum með áföll í atvinnulífinu, við erum með heilmiklar uppsagnir hér og þar og samdráttur virðist vera í kortunum, engin loðuna þetta árið okkur fleira. Að er það ekki mótsögn? Jú, við erum náttúrulega, en þú veist, Seðlabankinn er náttúrulega að horfa á verðbólgu og við erum í vanda með verðbólgu. En ætti hann að skoða eitthvað fleira? Hann náttúrulega bara þetta eru lögin, sko. Ekki að ég sé að hann hefur önnur stjórntæki heldur en bara stýrivexti til þess að reyna að hafa áhrif á Já, og það er náttúrulega aðalega svona varðandi heimildir í lánakerfinu og slíkt. En við, minna vandinn, við erum náttúrulega í þeim vanda að, ég meina, hér búið að vera sko bæði kaupmáttaraukning og aukinn sparnaður hjá heimilunum, það ennþá vaxandi einkaneysla og við vitum það auðvitað mjög lagskipt og það ungt fólk og svo kannski bara að segja bara innflytjendur sem að sita í súpunni á meðan að við hinn, reynsluboltarnir, erum bara í góðum, eða þú veist, það ekki hægt að ræðum þetta sem eitthvað eitt. En ég held að við erum í þeim vanda að við erum með húsnæðismarkaðurinn sem við þetta stærsta velferðarmálið og mjög stórt efnahagsmál, við höfum ekki náð tökum á honum og það húsnæðisverð, sko, ég meina verðbólga, ég var nú að taka þetta niður hérna, þú veist, verðbólga 4,3%, þar af, þú veist, verðlag hefur hækkað 4,3% á síðastliðnu ári. Þar af húsnæðisliðurinn sem tæpuð þriðjungur af vísitölunni búið að hækka 7,1%. Þetta eru aðalega matvælaverð og húsnæðisverð sem drífa þetta áfram. Og það náttúrulega, sko, ef þú kemur ekki einhvern veginn húsnæðismarkanum í eitthvað betra skekk, þá mjög erfitt. Efnahagsstjórn náttúrulega mjög háð aðstæðum á húsnæðismarkaði fyrir utan allt hitt sem hún háð. Ég ekki að gera lítið úr því. Ok. Svona bara, ég held við endum bara umræðina á þessu máli, Bogi og Björgöfa. Byrjum á þér, Bogi, bara svona, þú veist, þekkir þú ungt fólk sem að, þekkir þú ungt fólk sem að segir bara, heyrðu, þeir eru mér þess að hættir að lána núna bankarnir í kjölfarið á auðvitað þekkir ungt fólk sem að það sem að þessar gríðarlega háu vextir bitnar á. En sko, ég vil vara við því að fólk sé að hugsa í einhverjum skyndilausnum. Sko, upptaka evrunar ein og sér, eins og Sigurður að segja hérna, það eru rök með og það eru rök á móti, en ég vil bara benda á það að núna frá því 14. október þá hefur evran farið úr 141 og íslenskri krónu upp í 147. Þetta á nokkrum dögum. Það eru, sko, það sem pirrandi fyrir allan almenning og fyrir allt fólk það að eitthvað sem ætti að vera fasti, sko, verðmæti krónunar, fyrir mér, sko, þetta svipað og þú setja að færa til, sko, hversu metrin langur. Þetta á bara að vera einhver fasti sem þú getur gengið að.
og auðvitað ekki náttúrulega eins og þegar ég var ungum maður þar sem að það var bara ákveðið að fella gengið og svo var það bara eftir símtal bara svo var það bara nákvæmlega eins sko árum saman þess á milli en hérna og auðvitað sveiflast það eitthvað upp og niður en þetta eru sko sveiflur af því tæginu sem er ógulega erfitt að hérna setja sig við hvort að upptaka evru í sjálfur sér sem að náttúrulega verður óhjákvæmilegu fylgifiskur þess ef við göngum Evrópusambandi og ég tek fram að ég líka eins og Sigurður Ingi Björg, ég Evrópusinni og mér finnst í rauninni fáránlegt sko þeir sem eru á móti Evrópusambandinu og hérna þeir eiga í rauninni að ganga alla leið og segja þessi að vilja að Ísland gangi úr EES vegna þess að þar er fullveldisframsalið þar er sko að það má meta sko við erum við 70, 80 eða 85% inn í Evrópusambandinu og höfum engin áhrif það finnst mér ástand sem við getum ekki sagt okkur við þannig annarkvort átt að segja bara hreint við skulum bara hætta þessari Evrópusambandinu eða við skulum hérna gera þetta almennilega og vera þá þó við séum pínu okkur lítil þjóð að þá það nú hefð innan Evrópusambandsins að ef það eru lífshagsmunir einhverja þjóðar þá ekki gengið gegn hérna slíkum hagsmunum. En bursið frá því, það alltaf allt önnur umræða, þá bara, það finnst mér ofsalega pirrandi þessi sveifla. Þú veist ekki hversu mikils virði það sem þú ert búin að vera að spara og þú ert búin að vera að nurla áratugum saman og oft kannski hérna krónu eða 2 það er nú ekki mjög mikið fyrir fólk sem hefur starfað alla sína hunds og kattatíð hjá ríkinu að þú veist ekki hvað verðmætið þú ert með í höndunum vegna þess að gengi gjaldmiðilsins það sveiflast bara til og frá eins og strá í vindi og fyrir eftir hvaðan hérna vindarnir blása. Þú fannst líka hjá Icelandair. Það var rétt ár, innan við ár. Það var innan við ár. Já, en Björg, þú verður að loka bara orðin í þessum þætti þetta. Og ég náttúrulega þekki ekki annað heldur en þennan óstöðuleika að metrinn er 1,5 eða 3 eftir atvikum nema þarna þegar ég bjó í Evrópu tengdara landi og það var alveg afslappandi að vita til dæmis bara hvað eitthvað smjörstykki kostaði jafnvel bara hálfu ári seinna en hérna hefur fólk ekkert verðskinn og við erum hérna bara í svona frekar huggulegu spilavíti en við höfum ekkert haft það slæmt samt sem áður. Nei, en óstöðuleikin er rosalegur og ég held að það skapar svona agaleysi líka bara í þjóðin. Það veit engin Íslendingar kunna ekki vel að leggja fyrir neitt vegna þess að þeir bara hugsa þetta hverfur allt. Best að taka bara einhverja stóra sénsa og svo er þetta ótrúlega ósanngjarnt með þetta húsnæðiskerfi. Það bara skiptir sköpum hvernig þú hefur það ævina út á hvaða tíma þú ert að kaupa þér. Hreint lott og það er ekki gott. Þetta er spilavíti. Má ég vera svo frekur Björn að hérna, ég veit þú sagðir að Björg eða ætti að eiga síðast orði og það var mjög gott orð. Frekur og hérna illa eftirlega. Ég ætla bara að segja sko í morgun þá var ég að ræða við Jón Geir Pétursson sem er prófessor við Háskóla Íslands ástandið í Tansaníu. Ég vil bara segja sko að íbúar í Tansaníu, þeir myndu mjög gjarna vilja skipta á þeim vandamálum sem að þeir búa við og þeim sem við búum við. Við megum nefnilega ekki gleyma því að við erum meðal svona 5% sem er ríkast og hefur það best í heiminum þó að gæðunum sé vissulega misskipt hér á Íslandi. Já, en fátækir hér á Íslandi vildu líka bara hafa það aðeins betra. Þeir myndu vilja skipta, þeir myndu gjarna vilja búa við þau kjör sem að þeir ríkari búa við. Það er alveg rétt. En mér hefur fundist þetta mörguleiti bara mjög áhugaverð og skemmtileg umræða, kæru gestir. Ég vona að hlustendum og áhorfendum finnst það sama og við höfum svona blásið lífi í þennan lið, þessa reynslubolta sem Sigurjón Magnús Egilsson hefur lengst af stýrt og kannski kemur hann og tekur einn eða þátt en ég vona að ég geti hérna haft aðgengi að ykkur oftar og bara kæra þakkir fyrir að hafa fyrir því að koma hérna til okkar og eiga með okkur þetta spjall. Bogi Ágústsson, Sigríður Ingi Björg og Björg Eva, kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir. Takk. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram dagskráni eftir andartak. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr.
Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.